Það kannast allir við Brynjuísinn á Akureyri en svæðið hér norðan við verslunina er öllu leyndardómsfyllra en þar telja fornleifafræðingar að séu merkar fornminjar að finna. Já, ég er alveg viss um það að það séu hægt að finna leifar af verslunarstaðnum gamla sem var settur á fót með einanguninni 1602. Þannig að við erum að reyna að finna einhver ummerki þennan gamla verslunarstað. Það gengur svona. Það er náttúrulega mikils virði að rannsaka menninguna og hafa eitthvað upp á að bjóða. Því að það gerist ekki neitt úr engu, getum við sagt. Þannig að ef á að byggja upp eitthvað menningatengt í innbænum þá þarf náttúrulega að rannsaka eitthvað. Það hefur náttúrulega verið gert ýmislegt en þetta er svona eitt af því sem hefur kannski vantað, allan mér finnst það. Og ef það finnst eitthvað merkilegt hérna, hvernig sérðu fyrir þér að það væri hægt að nýta það? Já, það er enda dálítið snemmt að segja hvernig á að nýta svona því að við vitum ekki alveg hvað eru með í höndunum. Ef við erum mjög heppnir þá er náttúrulega hægt að bæta einhverjum upplýsingum á þau upplýsingaskilti sem að bærinn hefur verið mjög duglegur að setja hérna upp og það er einhver viðleitni hérna í gangi að presentera innbæinn, presentera söguna einhvern veginn og mér finnst við höfum að hafa eitthvað við að bæta, getum við sagt. Og það er alveg hægt að einhverja niðurstöður sem að fást úr þessu verkefni væri kannski gaman að setja inn í eitthvað svoleiðis. Finnst þér jafnvel fornleifar almennt vera oflítið nýttar í til dæmis tengslum við ferðamennsku? Já, alveg klárlega. Þetta er vannýtt auðlind. Ég á öllum þeim stöðum sem ég hef verið að vinna og það hefur komið einhverjir ferðamenn þá hafa þeir mikinn áhuga á menningunni náttúrulega og vilja fá að vita meira en það er kannski við höfum ekki það mikið upp á bjóða því við höfum ekki svo mikið konkrétt í höndunum. Þetta kemur kannski aftur inn á sem við talaði áðan að það verður ekki neitt til úr engu, það þarf að byrja einhvers staðar, það þarf að rannsaka söguna, það þarf að rannsaka efnismenninguna til þess að við séum ekki bara að presentera einhverja gervisögur. En þetta, ég tel að þetta sé vannýtt auðlind og við getum gert miklu betur. Elsta hús Akureyrar, Laxdalshús, er náttúrulega hérna í nágrenninu þannig að auðvitað væri kannski gaman að bæta einhverju við söguna. Já, alveg klárlega. Ég er alveg full viss að það eru leifar af eldri húsum hérna. Það er bara spurning hvar þau voru. Þetta er náttúrulega eins og ég sagði áðan að verslunarstaðurinn á sér mjög langa sögu. Það er til uppdrættir, það er til myndir, það er til málverk sem að sýna hús á þessari eyri. Hún er ekki það stór, þannig að ef maður bara tekur og rannsakar hérna í svona nokkuð gálega, þá er ég fullviss það að við finnum eitthvað. Og auðvitað náttúrulega gaman að hafa Laxdalshúsið nálægt og þá er maður veit að maður sé svona á réttri braut. Það er gamalt dót hérna, við erum bara að finna það. En þetta er dálítið eins og með að taka svona lítinn prufuskurð. Þetta er dálítið eins og að leita nál í heystak eða bara spila battleship eða eitthvað, og stundum hittir maður ekki alveg rétta grittið en stundum er maður heppinn. Maður veit það ekki, maður þarf bara að taka fleiri hólur og rannsaka áfram. En þessi bæjarhluti, hann er þér mjög kær, þú ert alinn upp hérna? Já, ég er alinn upp í aðstætti 10 í Berlín og á mjög margar góða minningar hérna úr innbænum og það er líka mér finnst mjög gaman að sjá hvað er búið að byggja mikið upp hérna, það er búið að setja skilti og svona menn að reyna að gera eitthvað skemmtilegt. En já, ég er ekkert hlutlaus hérna, ég kem náttúrulega með smá forsögu og ég vil náttúrulega það er eðlilegt að vilja svona sínum heimabæ eða hverfi vel. Og ég held að ég hafi og við eitthvað fram að færa og þá bara gerum við það. Og sumir eins og þú, fara í svona prufuskurði bara í frítímanum. Er það ekki svo? Þið fengu enga styrki í þessa rannsókn? Nei, við fengum ekki neitt í þetta. Ég sótti þetta í fornminjasjóð en það voru bara,
Það hvað ég segja, ekki allt of margir, en það rosalega margir mjög litla köku. Og ég veit að þau verkefni sem hlutu styrk eru mjög fín og ég hef ekkert á móti þeim og það bara glæsilegt. En við fengum engan styrk af þessu sinni. Þetta náttúrulega ný rannsókn og stundum þarf maður að bara koma á staðinn og gefa tíma sinn í eitthvað svona til þess að byrja. Og það akkurat það sem við erum að gera núna.